Hörðu, Pálmi Geir, ykkar væntingar fyrir leikinn, hverjar voru þær? Við erum búin að vera að hugsa um að leika alveg í svolítinn tíma. Ætluðum okkur alveg að standa í fullu tréða og gefa þeim alveg leik. Missum Kan okkur í vikunni, þannig að það fórum við kannski að líta á hana leik svona eitthvað sem við gætum notað til að aðeins ná okkur saman. Já. Og ég hefði viljað gera betur en við gerðum í dag. Stóðum í eitt leikluta. Það var kannski ekki alveg það sem við vildum gera, en já, allt í lagi. Ég meina hann tíma í hérna fyrra áleik var þetta bara nokkuð jafn leikur. En hvað, bæta svo bara Grindvíkinga við tönn eða hvað? Ég veit ekki, við vorum að hlaupa þetta kannski á svolítið fáum mönnum. Og þeir voru ótrúlega verð, þannig að þeir voru svona svolítið óþreyttir. Og svo vorum við líka bara að gera svona klaufa mistök í vörninni sem olli því að þeir voru að skora allt og mikið. Já. Og við hefum kannski 38 stig, við skorum 38 stig fyrir áleik, þá hefum við kannski átt að hanga í þeim ef við spila alveg vörn. Þeir skora 53 og það er bara mikið til að geta staðið. Já. Kínú sem var látinn fara, hann hefði nú væntanlega hjálpað ykkur hérna kvöldið ekki? Já, þeir eru með 2 mjög stóra og sterka leikmenn undir í útlendingunum sínum og það var mjög erfitt að eiga við þá og það hefur mjög gott að hafa einhvern liðsauka fyrir mig og Danero hann undir að berast við þá. Já. Er eitthvað að frétta nýjum manni? Veistu hvernig staðan er? Ég bara veit það ekki. Ég er þjálfarinn og stjórnin alveg með það Já, þú ert ekkert með puttana beint í því og hugsa bara að spila. Ég skipti mér ekkert af því. Nei. En veitu, hvað eiginlega kom upp á með Kínó? Nú var þetta frábær leikmaður í fyrra en hann svona virtist ekkert að sína sama núna. Hvað? Ég veit það ekki. Hann náði bara ekki alveg að klikka inn í þennan hóp og það sem við vorum að gera og það er bara þannig stundum og við óskum honum bara góðs gengis þar sem hann spila næst. Já. En þá bara aftur að deildinni, það er náttúrulega fínt að bara lausa henni helvítis byggar það ekki og geta bara einbyrta ykkur að deildinni og hvað, þeir eru taplausir þar. Já, stefnum á að vera það áfram. Fáránlegt annað en að þið ætlið væntanlega bara rakleitt upp og beint upp og ekki neina úrslitakeppni. Það væri rosalega huggulegt að komast í sumarfrí bara snemma en við erum með stórt lið og við erum með stóra væntingar en við erum samt alveg með fæturnar á jörðinni og ætlum okkur ekkert bara að labba í gegn og við veitum að það gerist ekki. Það er erfitt að vinna fyrstu deildina, alveg saman hversu sterkt liður út með að það er erfitt að vinna þessa deild. Það eru 24 leikir í deildinni þannig að þú mátt ekki mista þig mikið og það er að vinna þessa deild. Flott, takk. Takk.